Blessaðan daginn, kæru. Eitur. Halló, Eitur. Ein, zwei. Kærugesti verið hjartalega velkomin á þennan úrslitaleik þriðja spenna milli Fylkis og Fram. Og við ætlum að byrja á að kynna lið Fram stúlkna inn í salinn. Fyrst númer 12, Heiðrún Dís Magnúsdóttir. Númer 16, Hafdís Lilja Torfadóttir. Númer 2, Elisabeth Björk Guðjónsdóttir. Númer 3, Erna Guðlaug Gunnlaugsdóttir. Númer 4, Ingrid Lilja Bergsdóttir. Númer 7, Ragnheiður Ósk Ingvarsdóttir. Númer 8, Lena Margrét Valdimarsdóttir. Númer 9, Ragnheiður Júlíusdóttir. Númer 11, Þóra Helgadóttir. Númer 14, Kalla Rún Káradóttir. Númer 21, Svala Júlía Gunnarsdóttir. Númer 22, Fríða Árnadóttir. Númer 24, Hulda Dagsdóttir. Og númer 27, Arna Dýri Ólafsdóttir. Þjálfari og aðrir starfsmenn Sigurgeir Jónsson, Ragnar Gústafsson og Sigurbjörg Jóhannsdóttir. Ráðalið Fylkis, númer 27, Ástríður Glódís Gísladóttir. Númer 28, Alexandra von Athena Gunnarsdóttir. Númer 3, Edda Marín Ólafsdóttir. Númer 7, Viktoría McDonald. Númer 8, Halldóra Björk Hauksdóttir. Númer 13, Eyrún Ósk Hjartardóttir. Númer 17, Jasmín Guðrún Hafþórsdóttir. Númer 18, Arndís Lund. Númer 23, Alexandra Brynja Sigurðardóttir. Númer 24, Gilja Björn Aronsdóttir. Númer 35, Díana Ósk Gísladóttir. Númer 36, Berglind Björnsdóttir. Númer 38, Margrét Irma Jónsdóttir. Og númer 88, Día Imani Sturludóttir. Þjálfari og starfsmenn Hafþór Stefán Haraldsson, Guðrún Guðjónsdóttir og Auður Guðbjörg Pálsdóttir. Dómarar Arnar Sigurjónsson og Svavar Ólafur Pétursson. Og eftirmaður Guðjón Örn Sigurðsson. Þá getum við kveikt ljósin hér og ég segi bara góða skemmtun. Já, komið í sæl og gott kvöld, kæru áhorfendur og verið velkomin á leik Fylkis og Fram. Einar Jónsson heiti ég. Og með mér hér í kvöld engin annar en maðurinn sem fann upp nútíma handknattleikinn og landsliðsþjálfari kvenna, Ágúst Jóhannsson. Velkomin, Ágúst. Takk fyrir það kærlega. Jæja, Ágúst, hvað segirðu? Hverju eigum við eftir að vona á hér í kvöld? Hverju megum við að vona á hér í kvöld? Hér eru þetta bara að mætast tvö jöfn og góð lið. Framarar eru bikarmeistarar. Og Fylkir er deildameistarar. Þetta leikið þessari liða hafa verið 9 jafnir í vetur, annars vegar fór þetta jafntefli og svo
Svo og vann Fylkir við seinni leikinn í Fylkisvöllinni. Þannig að þetta er bara mjög vel mönnuð lið og ég held að við bara búast við mjög jöfnum og spennandi leik. Já, hér inn á vellinu væntanlega gerir ég ráð fyrir verða nokkri leikmenn sem hafa nú bara talsverð reynslu af alþjóða handbolta. Hér eru allandsliðsmenn í báðum liðum. Já, það sýnir nú að við höfum mikið ungum efnilegum leikmönnum og hér eru nokkra stelpur inn á vellinu sem hafa verið að fá tækifæri með allandsliðinu og það er bara vel og það sýnir að það verið, og segir mann það verið mikið gæði í þessum leik. Fylkisliðið spilar 6-0 varnarleik og Fram hefur nú yfirleitt gert það og svona ég ger nú kannski frekar ráð fyrir það kemur samt ekki óvart að hugsanlega hvort það byrji eða hugsanlega okkur tímapunkti muni spila 5+1 á 10 en þetta kemur nú allt í ljós en bara gaman að sjá góð mæting og mikil og góð stemning og ég er bara á von á hörkuleik. Já. Nú það er einhver bið, allir Þorgeir sé eitthvað. Það er eitthvað við sem er klukkuna en ef við þekkjum okkar mann rétt á borðun hann Þorgeir þá er það nú allt í TSG. Já. Enda mjög svo og reyndur í þessum bransa. Lengi vel í Digranesinu og er komið núna í Dalhúsin. Já, og hefur verið að aðstóða á fleiri en einu stað núna í úrslitakeppni enda reynslu maður á borðinu. Ekki spurning. Jæja, þá er leikurinn hafinn og það eru þeir Arnar Sigurjónsson og Svavar Ólafur Pétursson sem eru á flautunum hér í kvöld. Nú Fylkisliðið byrjaði að taka, það er bara skref hér strax í upphafi, byrjaði að taka 2 leikmenn úr umferð, Huldur Dagsdóttir og Ragnheiður Júlíusdóttir og Framliðið byrjaði að taka Þíu Íman í Sturludóttur umferð, þannig að það er svona. Þetta er bara refskák strax í upphafi. Það er Halli og Sissi og svo eru við með þeim Ragnar Freyr, Gústafs Adolfs Björnssonar og Guðrún Guðjónsdóttir með Fylkisliðinu. Þetta eru vel mannaðir bekkir. Heldur betur. Nú, og úr hægra horninu fer Já, þetta er smá stress í byrjun en ekki oft sem við sjáum að það byrja að taka 2 leikmenn út strax í byrjun en Halli ætlar að freista þess að koma hugsanlega á óvart. Já. Það er vantilega eftir að fá mikið út úr þessu leik, þessi 3 leikmenn, Ragnheiður, Hulda og Fía. Þá er það fyrsta marki hér í kvöld og það er engin annar en Elísabet Mjöll Guðjónsdóttir sem skorar fyrsta mark fram hér í kvöld og Fía svarar að bragði með sínu fyrsta marki. Já, vel gert af Þíu, góð hreyfing á henni og flott skot. Já. Sjá maður aðeins svona tæknifeila strax bara í byrjun, leikurinn er rétt byrjar og það er bara ekkert óvælt að pínu stress og spenna í stelpón. Þetta er úrslita leikur auðvitað og mikil og glæsil umgjörð, þannig að það er ekkert óvælt við það. Nei. Það er bara ólögleg blokkveringa. Það er dálítið sóknarbrot eða tæknifélag hér strax við bauðin, svo það er svona dálítið stress kannski. Já, þarna. Ragnheiður Ósk Ingvarsdóttir, gríðarlega efnilegur leikmaður, sækir hérna markinu og fær fríkast. Ragnheiður Ósk er
gríðarlega mikið efni og hann hefur verið oft hjá mér í handboltaakademi og öðru og alveg mikið efni, gott skot og getur ná langt í handboltanum. Já, engin spurning, flott reyfing, glæsilega gert, skora glæsileg mark. Vel gert hjá henni og pappina var nú liðtakur í handboltanum í gamla daga, Ingvar Valsson, þrælsterkur vinstri hornamaður hjá KR í gamla daga. Jæja, hvenær á hann afmæli? Hann hefur einmitt afmælisdaginn hans akkurat í dag, við mann rétt. Já. Hérna á miðjunni hjá Fylki Diljá Mjöll Aronsdóttir. Vinstra horninu Edda Marín Ólafsdóttir. Við förum betur yfir Fylkisliðið. Nei, gott skot þarna hjá Örnu fyrir. Og frákasti endar... Það endar Fylkismenn. Já, það ekkert öðruvísi. Kemur því upp með boltan. Gefst okkur kannski smá tími til að fara yfir Fylkisliðið. Það eitthvað Sigríður Hauksdóttir í vinstra horninu að mér sýnist. Nú vinstra megin fyrir utan Edda Marín Ólafsdóttir, á miðjunni Diljá Mjöll Aronsdóttir. Afríkast í hægra horninu Eyrún Ósk Hjartardóttir og á línu Jasmín Guðrún Hafþórsdóttir. Eitthvað mismalt ég minnum vinstra horni á Fylki og sagði að þetta væri Sigríður en hún nú vist í HK og aðeins eldri en það enginn Halldóra Björk að sjálfsögðu Hauksdóttir sem í vinstra horninu. Þú vona að Fylki sé ekki að tefla fram Ólu liði innan minn? Nei, við skulum nú á miðskilíkur. Það eru nákvæmlega eins. Og í búrinu hjá Fylki stendur Ástríður Glódís Gísladóttir. En í marki fram Hafdís Lilja Torfadóttir og varði hún þetta skor glæsilega. Hennar fyrsti bolti, Hafdís góður markmaður og framtíðar markmaður. Ekki spurning, hún hefur tekið miklum framförum vetur og fengið þó nokkuð tækifæri svona með framliðinu eftir sem líða fór á tímabili og mikið efni. Já, hún það, klálega einn af okkar efnilegustu leikmönnum kannski. Ekki spurning. Það stillir Diljá upp við eitthvað kerfi. Hvað verður? Já, eitthvað vandræðagangur og kemur hérna, já, eitthvað svona útgáfa af Kairó myndi ég halda. Eitthvað sem tekið af æfingarsvæðinu eins og við segjum á fagmálinu. Já, Finnarnir hafa verið að spila með þessa útgáfu mikið. Dóldi, já. Þarna fór Eyrún Ósk úr hægra horninu en hitt ekki ramman. Hafdís kom vel út á móti og lokaði búrinu. Og í liði fram eins og ég sagði áðan í hægra horninu Elísabet Mjöll Guðjónsdóttir, Arna Þyri númer 27 hérna þar með fyrir utan Ólafsdóttir. Vinstra megin fyrir utan núna Ragnheiður Ósk Ingvarsdóttir og í vinstra horninu númer 21 Svala Júlía Gunnarsdóttir. Og svo má svo sem geta þess að þær tvær sem standa hér út á velli, Ragnheiður Júlíusdóttir og Hulda Dagsdóttir eru teknar á umferð. Hafa svona að mestu leyti verið bara áhörundur að þessu leik, minnstakosti sóknarleik Framara. En sem komið já, þetta myndi ég segja að vera í lína. Þetta er hárrétti dómur að vanta að fara í lofti þarna hjá Ragnheiði. Kemur í Fía á fleygiferð, vel spilað. En á ný kemur Hafdís. Við sjáum þetta núna vel út á móti. Þriðji boltinn sem að Fylkir hittir ekki ramman og
Það Hafdís sem að vinna gríðarlega vel, hún hávaxin og hún að koma vel aggressív út á móti þeim og loka mjög vel hérna að markinu. Já, lokar alveg Hún gríðarlega búin vel. að verja ekki nema 1 bolta en hún búin að loka markinu alveg hrikalega vel og að skjóta fram hjá markinu. Yfir markinu. Það kannski ekki hægt að segja að það sé mikið skorað hér á upphafsmínútunum, Ágúst. Nei, eins og ég segi að liðin eru svona rétt að fóta sig og þetta tekur bara smá tíma en ég að sér það eins og við tölum á hann að það var svona spennustíður hátt og það svona verið að koma fram og svolítið ofna skjöldu það séu að taka 2 út og Sissi hefur svona verið aðeins að rótera úrslitingunni en það eru sterkamál á mann fylgiseflunar þessar 4 fyrir 8, engin spurning. Já. Það að spila mjög góða varnarleik. Og stillaður upp fyrir Ragnheiði væntanlega eða Huldu, hendin uppi. Sjá, þetta nú stórhættulegt þegar Ragnheiður kemur á ferðinu. Já. Glæsilega gert hjá hann. Það Ragnheiður Júlíusdóttir með þrumu skot í vinkilinn. Þetta nú bara eins og vítakast fyrir Ragnheiði. Já, það það og ég menna við sjáum þetta. Mæti vel á boltan bara í 2 skrifum í loftið og neglir þessu í skeytin. Já. Svo sjá hvort að Fylkin að minnka munin. Eitthvað Anita Mjöll Dilja Mjöll fyrir gefi búin að setja upp. Það aftur finnska útgáfan á Kairó. Já. Fríkast að mér Arnar. Þetta fannst mér nú dálítið ódýrt en enga síður. Fríkast. Sjáum að hérna nú búin að spila til þess að Jasmín má fækka bara dripluna. Taka hann fyrir upp boltan og skila hann betur á sér á 10. Og hérna þá nær hann að stilla betur upp fyrir því. Sjá, hann komaður aftur í þetta. Já. Hulda að spila góða vörðan það í miðri, já, hvað við segja, 5-0 vörð. Í miðblokkinni. Í miðblokkinni, já, hjá framliðinu. Hendi komin upp. Já. Erfið sending. Kemur Arnar fyrir á svo kvöldu seinna tempói. Já, þetta var nú góð hreyfing hann hjá Elisabeth. Nú. Þá færir Sissi Huldunir í vinstra horn. Örnu fyrir hér vinstra með fyrir utan og hún. Hann að rótara þessu kallinn. Já. Enda mikla reynslu Sigurgeir Jónsson og búinn að spila marga úrslitaleikina í yngri flokkum. Já, hann alltaf ólst upp hérna í Grafarvoginum. Já, hann á heimavöllum. Honum líður vel hérna á þessu parketti. Já, heldur betur. Þetta vel spilað á framrúnum og Arnar fyrir sláinn inn, gólfið sláinn inn, takk fyrir. Og það bara team timeout Fylkir. Halla nóg boðið. Enda verið í talsverðum vandræðum með sóknarleikinu. Já, sóknarleikinu vantar bara meiri flæði á boltan. Svona verið full staðar og svona með að vinna meira án bolta og minka driblið og hérna en Fylkistöfnum það eftir að koma tilbaka. Já, nú vantar eiginlega mikrofón í timeoutið til að heyra hvað Halli ætlar að stilla upp í. Já, það væri gaman að heyra það. Halli búinn að gera frábæra hluti í Árbænum og bara frábær starf sem unnið upp í Fylki. Heldur betur. Og hérna þær voru meistarar núna í 4. flokki hvenna eldri áðan og svo eru að spila hér og meistarlokkunni mikið framför. Það bara glæsilegt að sjá starfið í Árbænum. Já, og Halli sjálfur að fara í atvinnumennsku til Noregs að þjálfa Volta. Já, það bara held ég gott skref hjá Halla og hann á eftir að hérna taka næsta skref sem þjálfari þarna úti og hérna verðugt og erfitt verkefni en verður enga síður mjög skemmtilegt. Já, Volta, þetta er góður klúbbur. Það er gott starfunni þarna og mikill áhugi á handbolta í bænum. Gríðarlega og metnaðarfullur klúbbur. Sjáum að Halli núna komið með auka mann. Já. Hann komið með markmann í vesti inn á línu og komið með auka mann. Halli hefur verið óhrættur við að prófa þetta, ég sammála því. Og nú ríkur hann út af hérna, kannski full snemma.
Ég nú vilja sjá bara hana, Eirún Ósk fara inn úr hægra horninu þarna. Hún búin að klikka úr einu færi en Já, Eirún gríðarlega góð hönd, góð skothönd já, og bara svona kraftmikil, hún getur hoppað vel inn í teginn og vel slúta þarna. já, það Halldóra Björk Hauksdóttir Guðríðardóttir sem að fer inn úr vinstra horninu. Það vel slúta hjá henni, róleg og flott. Jæja, það vítakast sem Arnarfyrir sækir fyrir Framara. Gaman að sjá hvað vel mætt á leikinn og örugglega eftir að verða ennþá meira hér þegar líður á. Ef ég þekki íslenska áhorfendur rétt. Og það Hulda Dagsdóttir sem skorar úr víthinu. Koma Fylkistelpur að hraða miðju, innleysing frá hægra horni, opna fyrir Þíu. En Hafdís ver. Það gula kortið á Elisabeth Mjöll. Ágúst, leikurinn að spilast eins og þú áttir von á? Já, það har svona verið, hvað maður segja, framhætti hafa svona náð að vinna betur úr spennunni og svona eftir sér leið á leikinn, koma sér, skapa sér góð færi og já, sjáum hér að það skora núna frekar auðveldlega gegn Fylkisliðinu. Elisabeth Mjöll með sitt annað mark og flotta hreyfingar, mjög góða hreyfingar. Efnileg stelpa, já, ef ég man rétt, þá held ég að hún sé á yngsta ári í þriðjaflokki kvenna og á framtíðina fyrir þessi stelpa. Ekki spurning. Í hægra horni hjá Fram nú komin Lena Margrét Valdimarsdóttir. Örfend stelpa, mjög efnileg líka. Arnarfyrir sækir Huldu Dag sem fer í loftið og klínir honum uppi nær. Kemur fram í 7-2, það ekkert annað. Fylkir heldur áfram að taka hraða miðju með innlýsingu frá hægra horni. Það hefur ekki verið að skila alveg nógu miklu. Halli hefur ekkert komið aftur með, hann fer bara í Kairó, finska Kairóin. Hann kom þetta með auka mann, setti markmann eða vestismann inn á í eina sókn en hefur ekki farið í það aftur. Ég myndi vel kannski sjá hann bara halda í það. Já, hann verður að gera það, hann konar í erfiða stöðu núna. Já, þetta flott dreifing. Þetta vítt og spjald, já, ég ekki spurt. Eirún næri vítakast og gult spjald á Svölu Júlíu. Það Þía sem fer á 7 metrana. Þía þarf bara að skora úr þessu, það mikilvægt. Það þurfa núna að reyna að saksa hans á þetta. Nei, ekki missa framlið og langt fram úr sér. Hvað gerir Þía? Hún skýtur í stöngina, í Hafdísi og aftur í stöngina. Það bara ekkert öðruvísi. Sáum það að Hafdís, hún fer niður, hún veðja á rétt. Hún kannski þekkir Þíu ágætlega greinlega. Hún har undirbúið sér vel fyrir leikinn. Aftur klippir Arnarfyrir Huldu og Hulda tekur fínt skot, ágæti skot. Hulda getur vel skotið að 10 metrum. Þetta er bara svona orginal skitta, hún bætt sér mikið í vetur. Engi spurning. Já, aftur vítakast, vel sótt þarna. Já, Eddu Marín, fín hreyfing og náði vítakast. Halli kominn bara með timeout hérna. Nei. Hann er að breyta varnarleiknum eitthvað sem er því að kemur aftur á punktinu og hann þarf að reyna aftur við þetta. Það verður gaman að sjá þetta. Já, vel gert hjá Þíu, tekur hann í fyrsta. Hún haldi sig eitthvað óvart greinlega. Næja, nú er Halli búinn að breyta vörninni sinni eitthvað. Komið niður í 5+1 bara, mér sýnist mér. Já, mér á vinstri bakki. Sýnist þetta að vera svona er þetta ekki tyrkneska 5+1 vörnin? Gott. Ágætt skot hjá Ragnheiði og glæsilega varið. Já, Ástríðir. Kemur Fylkisliðið. Já.
leysa mikið inn úr hægra horni. Halldóra Björk. Já, róa niður. Sem Hall að koma núna með auka manninn og markmaðurinn. Já, hann heyrt í okkur. Hann að hlera hérna á svölunum. Fín árás þarna og... Nei. Þetta var vel gert. Já. Dróðu hann ágætlega frá vinstra megin og sköpuð sér fínt færi fyrir miðjumarki. Jæja, Halli heldur sig við vörnina sem hann að spila á þann. Svona 5+1 hann á vinstri vanginn. Vinstri kantinn. Vinstri vanginn. Kemur innleyssing frá hæri hjá framörum. Aftur, Ragnheiður leysir inn. Ragnheiður og þá kemur hinn Ragnheiður og setur hann. Þetta er allt og einfalt. Vel gert hjá Ragnheiði en fylkisliði verður að spila betri vörn heldur en þetta. Ganga betur út í skiptu framliðsins. Full óagað kannski hjá Dilljá þarna. Já, það er að flýta sér ómikið. Það þurfa að ná aðeins meiri festu í sóknarleikin hjá sér. Engi spurning. Framararnir með full tök á þessum leik. Tögl og haldir er kannski orðið sem múst að leita á þetta. Jú. Ég er bara búinn að vera lengi í útlöndum hann var innleysing frá hæri aftur og eitthvað var nú fylkisvörðina ekki að telja rétt hann það. Kemur Hulda yfir á Ragnheiði Ingvars. Ágæti skot hjá Ragnheiði en vel varið. Og sendingin. Flott sending frá Ástríði. En Eyrún náði ekki alveg valdi á boltanum og standlína. Dálítið mikið að teknískum fælum, Ágúst. Já, það er búið að vera það. Það ætti nú að fara að fækka núna og ég vona eftir því að svona að róa svona yfir stelpunum og meiri svona yfirvegun inn á vellinum. Það bætist á pallana hérna alveg á fullu. Já, það róast inn fólk. Já, glæsileg mæting hérna. Já, flott reyfing. Glæsilega spilað þarna. Og Elísabet Björn með sitt þriðja mark og búin að spila gríðarlega vel hérna. Já, kemur Halli með aukamanninn aftur. Hvernig hvað að gera? Draga frá hérna til vinstri. Sjáðu bara yfir þarna skapa sér fín færi og flott færi á hægra horninu. Eyrún með fyrsta markið sitt og mætti ósegju vera búin að fara bara oftar inn. Aftan fyrir klippi fyrir Huld og Hulda bara klínir þessu í hornið niðri alveg út í stöng. Ef að fylkisliðið ætlar að hleypa Ragnheiði eða Huldu í svona skot þá held ég að þetta verið erfitt fyrir fylki hérna í kvöld. Jæja, kemur fylkisliðið með eins áðan, eins uppstilt. Flott vörn handa hjá Ragnheiði en Dilljá heppinn og nær boltanum. Kemur framliðir aðri miðju. Tryggast. Það er að mæta þeim. Fylkisliðið ennþá að spila plús á vinstri vanginn hjá Fram eða vinstri kantinn eða bakvörðinn. Ragnheiður komin á miðuna. Arna fyrir að Góð hreyfing á Huld. Glæsilega gert.
Stjórnar Hulda Magnúsdóttir. Hulda að spila algjörlega frábærlega hérna á fyrstu 20 mínútum með þessa leiks. Diljá, fín vörð þarna. Diljá má koma bara í hans meiri árás þarna og þá getur hún valið betur og auðveldari sending. Hún kemur núna hérna bara beint á kannski þarna, já, fínt. Þannig vil ég sjá hana Jasmín fara bara inn. Halda áfram flotta boltanum. Það er með að nýta betur dauðasvæðið sko. Já, og svo spurningum að henda sig kannski örlítið betur í eðurnar. Ágæti skot hjá Örnu fyrir en Ástríður og Glódís. Vel var í Ástríði. Betri en enginn hérna í búrunni hjá Fylki. Já. Það er ekkert öðruvísi, það er bara 2 mínútur á Elisabethu Mjöll. Já. Særu þetta fyrir þeir verið gerðið 2 mínútur í meistaraflokki karla í úrslitakeppni í dag? Það er ekki gott að segja, Einar. Þegar stórt er spurt, verður oft fátt svör. Er það ekki? Eins og Presley sagði hérna árið. Jú. Var það ekki bara rétt áður en að þakka fyrir sig? Fía í loftið, Vel spila. Glæsileg markveðsla hjá Hafdísi. Ágætlega að spila hjá Fylki og Halldóra svo sem bara í fínu færi en Hafdís er bara búin að loka búrinu, það er ekki flóknar en það. Já, hún stendur bara þarna og býður bara og yfir vegu, bara vel gert hjá Hafdísi. Já, heldur höndunum uppi og er ekki að missa það niður. Fín vörð hjá því, Fylkisliðið aftur, núna einum fleiri, taka Ragnheiði og Huldur umferð. Hendi komin upp hjá dómarunum, Arnarfyrir, ég sammála þessu. Þetta er góðu dómur. Já, virkilega góðu dómur, hún er ekki að sækja markið, en hún er bara að sækja í fríkastið, kemur Þía þarf að koma í miklu betri árás. Þetta er of flatt þetta spil hjá Fylkisliðinu, Ágúst. Já, það er með að mæta, sækja meir í svæðin og boltinn rúlla bara alltaf mikið. Já, þetta er mikið bara svona milli til hliðar, eins og við segjum á frammáluna. Já, þetta er bara gamli rúðurkurboltinn. Já. Það er verið að stilla fyrir Þíu þarf að koma sér í loftu nú. Já. Það er nú bara sem lágætis færi svo sem fyrir Fylki. Já, hún setur hann í fjær uppi núna. Ég sagði það. Já. Þetta er ekki smá varnarmúra þetta hjá fram. Þetta er bara hávaxna stelpur og það er erfitt að koma boltanum fram hjá þeim. Mér finnst Fylkisliðið þurfa að bæta sig mikið núna í hálfleik, þar sem ennþá 5 mínútur í hálfleik en þær verða að reyna að halda í horfið og bara reyna svo að endurstilla sig í hálfleik. Ágúst, sammála því? Já, ekki spurning. Það býr meir í Fylkisliðinu. En að samanskapið þá vil ég segja að framliðið er ansi vel mannað og leikmenn með mikla hæð og góðu skotmenn og sama varnarlega, það eru mjög sterkar og góða maðurmann. Sjá Huldu hérna. Glæsilegt mark á Huldu Dagsdóttur. Hún skýtur allstar á markið, það er búið að vera uppi það niður í hornin og það er ómögulegt fyrir markmann að reyna að geta sér til það kann hann fara að skjóta og svo er nú kannski vörnin heldur ekki beisinn andan fyrir framan hana. Elisabeth Mjöll stelur boltan, glæsileg vörn hjá Þíu. Mjög góð vörn. Já, fín hreyfing hana hjá Diljá en aðeins og mörg skref kannski. Ágætis vörn hjá Huldu. Ég held að þetta framlið sem við sjáum hérna innan í dag, ég held að það myndi bara sóma sér ágætlega bara í meistaraflokki, bara þetta lið. Já, engin spurning. Þetta er þetta leikmenn sem er að spila, Hulda og Ragnur og Arnarfyrir og fleiri. Glæsilegt, vel spilað.
Gott slútt. Góð skottekník, hvernig hún hoppar út í deginn úr öfugu horni. Já, hún bara, þetta hörkustelpa og hérna hún nöyni, heyrðu. Það lá nú kannski ekki svona mikið á. Nei, þetta fullt mikið óðagott kannski. Jú. Vel varið hjá Ástríði. Já, engin spurning. Og glæsilegt mark hjá Diljá. Það eru aðeins að koma tilbaka. Já. Og Sissa bara nóg boðið. Já. Hann fer beint í timeout. Beint í timeout. Ragnar Freyr kemur þarna líka. Já. Nú held ég að verði nú ræðan hjá Sissa maður. Virkar ekki alveg nógu sáttur hérna með framgangu Þóru hérna í hröðu miðjunni. Nei, þetta var svona eins og þetta var kannski full mikil læti og óðagott. Já. Æðibunnu gangur í henni en hérna frammi með góða stöðu eins og og það hljóta allar inn að freista bara halda þessari stöðu inn í hálfleikinn. Já. Og Sissi búinn að rúlla ágætlega á mannskapnum. Hann búinn að minnst okkursti 3 skiptingar ef ég tel rétt og þannig að það ætti að vera óþreyttar. Já, við sjáum hvað Sissi það læti í honum, Ragnar Freyr yfirvegar hérna með honum Já, hann ekki smá teimið þarna hjá og svo Sigurbjörg Jóhannsdóttir sjúkraþjálfari og ráðgjafi. Tæknilegur ráðgjafi, þetta gríðarlega reyndur og góður leikmaður Sigurbjörg. Já. Það eru gaman að sjá hvað Sissi hefur planlagt í leiklínu og samanskapi Halli. Nú sýnist mér Halli bara alltaf taka Ragnheiði úr umferð. Já. Hann færir Eyrúnu bara yfir á Ragnheiði og ég hræðist nú fyrir hans hönd að Hulda koma sér mikið í loftið. Hún búin að vera gríðarlega sterk. Hún að spila mjög vel, þá leysir Ragnheiður inn. Það er spurning hvernig þeir takla það. Já, Eyrún alveg grjóthörð þarna fyrir framann. Það ná upp varnarleiknu núna þá eiga þær eftir að fá 1 þægileg mörk úr hálfleik. Ég samfara það. Já. Hulda á miðunni stillir upp. Arnar fyrir vinstra megin fyrir utan. Kemur Hulda á þetta, ágætisreifing og Elisabeth Mjöll óhrædd fyrir inn á hægra horninu en Ástríður Klódís vel varið hjá henni. Virkilega vel varið. Mjög vel varið. Má ekki kalla hana bara Klódísi, veistu hvað hún kölluð? Ég held hún sé að kölluð Klódís, getur það verið þá? Þú þekkir þetta betur. Frábær vörn, þarna hávörð hjá Ragnheiði, það með síndist. Og kemur annað tempo hjá framliðinu. Þetta sóknarbrot. Þetta vel dæmt hjá hann, þeir eru með þetta allt í teskeið félagarnir. Allt undir teskeiðinni. Góð vörn hjá Halldóra Björk Hauksdóttir þarna. Stilla sér bara upp og fá hana beint á sig. Til fyrirmyndar. Fylkisliði með aukamann í sókninni. Hleypur nættar út að núna, hún bara hætti við á miðri leið. Já, hún kemur aftur heim. Fer inn á strik, árás. Það er boltinn að fara bara áfram út í horn. Já, mér finnst það vinn ekki nógu vel úr þessari stöðu. Nei, sammála því. Mér finnst Dilja og hún ætti að geta gert betur úr þessari stöðu. Það eru alltaf 3-2, en svona vantar að vanda valið á litið betur. Þetta er alltaf spurning að velja rétt. Já. Kemur stöðuskipti. Já. Hulda passa sig kannski á skrefunum. Minnumati. Já, hún var tæp hana. Já. En Arnar og Svavar eru með algjörlega 100% kontról á þessu leik og glæsilega. Já, Klódís. Við erum búin að ákveða það. Klódís. Mjög vel varið hjá henni. Kemur framlið Hulda í árás. Fín línusending. Gull spjald á Diljá. Þrýsti allhressilega í hrygginn á henni. Áhorfundur vilja víti og 2 þarna. Okkur er bara að gefa dómurum vinnufrið eins og þekkti fyrir félagarnir.
Þetta snýst mikið það. Aja, hendi konu upp hjá dómarunum, ágætis línusending. Já, fín vörð hjá Fylkir núna. Já, það eru þéttar og massífa núna en nú Já, kallaði Sissi Stilla. Já, Stillu. Og var hann grimmur kallinn maður. Já, hann grimmur. Hann ragnaði fenn í lofti og það eins og sagður á hann. Þetta náttúrulega bara dauðafæri fyrir Já, en það ná svona að komast ágætlega fyrir þetta en þetta náttúrulega 10 metrum, 10,5 metri í slána. Frábær skot hjá hann. Sláinn skelfur ennþá. Já, vel spilað. Já, og Hafdís enn einu sinni. Lokar gríðarlega vel aðna. Kom með, já, held ég 5 varni skot. Já, Glódís líka. Það ekki. Og framfær víti hérna á loka sekúndunni. Góð. Það væntanlega Hulda Dagsdóttir sem hverja á punktun. Hún búin Já, glæsileg barátta þarna hjá Svölu inn á línunni á fram að ná þessu frákasti og þetta getur skipt sköpum. Hulda skor. Hulda með 6 mörk. Já, Hulda búin að vera frábær í fyrri hálfleik á öðrum ólöstuðum, kannski besti maður þessa hálfleiks og ásamt kannski vörninni á fram sem hefur bara verið býsna góð. Staðan 13-7 fyrir fram og við tökum stutt hlé Ágúst. Ég ætla að hleypa þér á dolluna og svo komum við aftur fljótlega.
Jæja, kæru félagar, ágætu landsmenn. Þá er veislan hafin en á ný, seinni hálfleikur í leik Fram og Fylkis, staðan 13-7 fyrir Framliðinu. Ágúst, hverju hefur von á í seinni hálfleik? Já, við skulum nú sjá sko hvað Fylkisliðið ætlar að gera. Það ætlar að reyna að sprengja hans leikinu upp. Þær eru ekkert í allt og góðu stöðum sem er og hafa verið vandræðum sóknarlega. Já. Sjáum að Halli heldur áfram að spila með aukamann. Ég er hrifinn af því, ég er ánægður með það. Ekki haukamann, heldur aukamann. Já, það virðist vera sömu vandræðin með sóknarleikin í seinni hálfleik eins og nú. Já, þetta er fín hreyfing á Dilja. Glæsilegt. Það sem kannski munurinn er á núna, það eru agaðar, það er leita færinu, ekki að taka óögu skot. Nei, þetta er bara mjög góð hreyfing hjá Dilja og klárar bara slúpti mjög vel. Já. Og vörnin hjá Halli er bara áfram að taka þýsk 4-2 myndum við segja. Já, hann er að detta hans í Þjóðverjan og hérna það þýðir að það þarf að mikil fótuvinn á stelpunum á bakvið en hérna Halli er óhræddur við að prófa sig áfram. Þetta er sennilega 4. útgáfan af varnarleik sem Halli er búinn að sýna okkur hérna í. Glódís heldur áfram að verja 8 bolta í þessu leik og standa sér mjög vel. Já, engin spurning. Framtíðar markmaður. Því að búin að vera tekinn umferð nær alla leikinn en svona ekki náð sér heldur á strik þegar hún hefur náð að losa sig. Nei, ég hef bara vant aðeins meira power í hana, ég hef aðeins meira kraft í hana. Við sjáum hérna yngri flokkunum að með meistaraflokkin að þá þarf þetta ekki að vera í vestinu en við sjáum hérna í yngri flokkunum þá þarf þetta að vera í vesti, auka maður. Sérðu, þarna, fínt mark. Og Hafdís með hann allavega yfir maður. Já, það er ekkert annað, glæsilegt mark á Hafdísi og þetta kveikir heldur betur í stúkunni. Sæll í gær maður, vel gert hjá Hafdísi, alveg bara. Yes. Klemt honum yfir völlin í samskiptin. Þvílíkt og annað eins. Þetta má Fylkisliðið ekki láta slá sig út á laginu. Já, kemur Dilja og sækir Fíu, flott dreifing af Fíu. Fía kemur á þetta, spilar honum yfir á Eddu Marín. Já, ágæti sending á Dilja og Halldóra Björk Hauksdóttir vippar yfir Hafdísi. Glæsilega gert. Vel slúta, vel spilað hjá Fylki og ég vil sjá Fíu bara vera aggressívar á marki þegar það er verið að sækja hana, fara bara í lofturinn að negla svo ramman. Já, hún hefur þó verið að gera en það hefur verið að lenda svolítið í sterkum varnam úr Framar Ágúst. Já, það var svona framan af en hérna, hún var að halda áfram því að þarf að skora og hún þarf að koma með nokkur svona ódýr mörk, þægileg mörk fyrir þær. Já, ekki smurning, Framar í smá vandræðum, boltinn dálítið heitu núna þessu stundina. Já, það er svona, það er að muna boltinn í bestu vinni þeirra. Hendinni komin upp. Reyfillin á loft, ok. Það er stilla þá vandalega fyrir Ragnheiði. Þetta er eins og við tölum með fyrirháleik. Þetta er nánast eins og vítakast fyrir Ragnheiði. Já, sæll í gærvinu. Það er sett í langa hornið af 11 metrum. Ragnheiður Júlíusdóttir. Takk fyrir og góðan daginn, Ágúst. Þetta er hrikar, hún hittir vel. Hún er bæði föst og svo er hún bara með mjög góð skottakni. Hún er bara mjög hittinn og þetta var bara erfitt að verja þetta. Heldur betur. Kemur Fylkisliðið, það með ekki gefast upp, en með aukamann inn á. En svo bendir réttilega á, yngri flokkunum eru þeir með hann í vesti. Já, ég átta mig ekki alveg á því akkur og þetta er ekki bara sett inn líka. Já, ég held ef ég segi rétt frá að það kom inn á næsta ári. Þetta var einhver pröfa núna í ár í meistaraflokkum. Þetta hefur bara verið að koma bara nokkuð vel út. Geysilega. Sérstaklega Kallamein hafa liðin verið að nýta sér þetta. Já, gott skot hérna. Flott skot hjá Dilja. Halli hefur nú verið að nýta þetta í meistaraflokknu hjá sér. Bara með ágætis árangri. Fylkir er eitt að glæsilegt Hulda Dagsdóttir. Já, heldur betur. Hulda Dagsdóttir bara býður gott kvöld hérna í Dalhúsum. Já. Jæja, kemur Fylkisliðið.
með árásir eða já, árás frá vinstri og reyna að draga frá hérna. Dilja þarf að, já ok, þá bara reyna að sækja Þíu. Þá má auka maðurinn ekki hlaupa út á sama tíma en Þía nær að koma hérna. Þóra fær 2 mínútur, Já. er þetta ekki aðra 2 mínútur? Ég held að þetta séu fyrstu. Var það hún sem fekk 2 mínútur í fyrir áleik Já, líka? svo Mér finnst bara, sko þeir eru búin að dæma hann leik mjög vel en báðar þessar 2 mínútur. Þetta er óttalegt kropp. Já, þetta er bara nóg okkur, það er bara þannig. Já, þetta er hennar fyrstu 2 mínútur, hennar Þóru. Já, það var það sem ég var að segja. Nemlig. Já. Fylkislið, Já, sennilega rétti dómi. Fylkislið var í vandræðum, einu fleiri í fyrir áleik. Já, við sjáum það líka núna. Já. Það er svo flatar, það þurfa að koma aðeins aggressívar á mark. Menn töluðum rúðuþurrkur. Þía með vítakasti. Hún klárar það í netið. Hún reisar það í net. Já, minka munin niður í 5 mörk. Staðan 11-16 fyrir Fram. Og Fylkisliðið einu manni fleiri. Þetta er svona svolítið mómenti núna hjá Fylki. Það þurfa að fara að saksa át og fara að koma sér niður í 2-3 mörk. Já, þær geta það. Þær hafa liðið í það. Já, þær hafa mannskapinn heldur betur og þjálfarana. Það er ekki spurning. En það má ekki gleyma að framliðið er gríðarlega sterkt. Ótrúlega vel mannað og það er flottur svona, það er flott holning á framliðin, Ágúst. Algjörlega. Elisabeth Arnarfyri, hvað gerir hún? Hún klippir við Ragnheiði Ingvarsdóttir sem að klára þetta vel í netið. Glæsilega gert hjá Ragnheiði. Góð hreyfing. Já, einu færri. Góð hreyfing hjá henn og slútti gott. Já. Kemur Fylkislið einu fleiri. Hvað gera það núna? Faraðar í 4-2. Já, mér sýnist það. Kemur árás frá hægri. Því er lofti, spilar yfir. Já, þetta er flatt. Flott reyfing á Þíu í loftið. Já. Sko vantar bara í... Halldóra verður bara að taka færi líka, sko. Já, þetta er bara ekki færi sem þú ert að leita af einu fleiri. Við sjáum líka bara vinnunum og línu. Það þarf að blokka mér og stoppa mér í fæslun. Já, það er ekkert um það, ekki neitt. Þarna kemur hann á tveggja manna blokk, einu fleiri. Þetta er bara basl. Þía klárar þetta upp í skeitin. Glæsir eitt marki á Þíu. Já. Glasa skoti á Þíu og þetta er út af það sem við vitum að hún getur. Gríðarlega góðu skotmaður. Já, Þía með sitt 4. mark hérna í kvöld. Þá kemur Kairó, íslenska útgáfan. Já, þetta er skrif. Já, keira fram. Hár rétt dæmt og Já. kom óvart að við vorum búin að sjá þetta aðeins undan. Ekki alveg nógu vel ígrundu sending þarna hjá Diljá Mjöll. Fylkislið tekur 2 umferð að spila langt úti á Ragnheiði og Huldu. Ragnheiði með erfitt skot. Það er bara gefa sér meiri tíma. Já, liggur ekkert á fyrir framlið. Kemur Þía á flegiferð. Þetta er vel gert Þía. Glæsilegt. Þetta meiður hún sér illa. Ég held hún að misti þessi. Eða lent á Ragnheiði. Vel varið og Hafdís í búrinu. Þía Rómeit sem betur fer fyrir íslensku þjóðina og Fylkislið. Já. Halli heldur áfram í þýskum 4-2 barnalega. Þetta er ekki nú þarna fær Ragnheiður pott í 2 mínútur. Þeir halda leiknum áfram. Já, þetta er laukrétt. Ég vil að sjá það skila þessu samt í neti. Fá meir út úr þessu en hár rétt dæmt og vel gert til leifa Fylkisliðun að reyna að nýta hagnaðinn og algjörlega. Þetta eru frábær dómgæsla. Já. Engin smörning. Þetta er einhvern veginn
Þetta minnir svona bara óneittalega á þegar maður sjálfur að þjálfa á æfingum og að dæma þetta. Já. Glæsilegt mark þarna hjá Fíu. Minkamunin í 4 mörk. Þetta getur verið fljótt að breytast, en þetta þarf að fara svona koma meira trukk í þetta hjá fylkismönnum. Já, sjá þetta, því að gera þetta bara algjörlega upp á eigin timbur og bara neglir sín netti. Þetta bara vel gert hjá hann, gríðarlega gert sín netti. Já. Góða skottekni. Algjörlega. Já, klippir Ragnir inn, svipa á hann. Yfir á Elisabetu. Ragnir Ingvars, Arna Þyrí. Nú þetta dálítið flatt hjá framliðinu. Hvað gera þær? Já, Fríkast, nú fer hendin sennilega koma fljótlega upp hjá dómuralegsins. Já, hendin komin, Arna Þyrí kemur í. Ragnir upp í skot. Glæsileg markværsla hjá Glódísi. Hún mætt þarna, hún klára bara sitt horn. Glódís búinn að standa sig vel í dag. Glódís með 10 bolta var það. Já. Taka 3 góða núna hérna í sinna. Mjög góð. Þetta er vel spila hjá Fíu, en Hafdís, hún setur andlitið í þetta. Bara klárar þetta vel. Bara mætir á hann. Já. En enga séu vel spila á fylkislinu. Það hefur verið gaman að fá hennan bolta í netið og svona aðeins að fara nálgast framliðið meira, en svona þetta. Arna Þyrí komin hérna hægra megin, Ragnheiður Ingvars vinstra megin. Já, klippir Huldu inn, Hulda með skot. Já. Vel var ég á Glódísi. Fylkisliðið ennþá manni fleiri. Nú er að koma í góð árás, nota ferðina, annað tempóið. Þetta er, ég held Sveimi þótt sér bara rétt. Þetta er flatt hjá fylkisliðið. Þær eru dálítið svona í pólsku rúðuþurrkunum þetta sóknarlega. Hann mátt bara koma bara í alvöru árás og fleitmönnum sem áfram og verið yfir tölu 2-1. En nóg eftir og það getur allt gerst, Ágúst. Já. Kemur Ragnir. Þetta er vel spila. Og Arna Þyrí klárar þetta bara í netið. Það er spjald. Það var að klára þau. Já. Þetta er nú svona svolítið bara spjald fyrir lélegan varnarleik, eins og maður segir þetta oft. Þetta var síðasta spjaldið, tilkynir Arnar Sigurður Jónsson leikmönnum. Diljá sækir Fíu, flottir eyðing á Fíu. Samanskapi erfitt að gera sér matt úr þessari stöðu. Diljá yfir á Jasmín, og aftur Diljá. Fín hreyfing. Stígur á línuna. Þetta er fín vörð hjá framliðinu. Það vantar meiri kraft. Það vantar bara betri fótbolta í árásinu. Þetta er stíga betur í lappina, mæta þetta í 1-2 skref og í loft. Sama núna þegar að sækja því. Ég myndi að sjá hann að vera nær markinu. Hann bara koma niður á 9 metra. 10-9 metra. Það er ekki verið að sækja hann alltaf hérna út á miðan völl. En ok, það er losa hana samt alltaf. Ágætlega spila. Við sjáum núna bara því, hún sleppa svo dripi, færi lofti, skjóta, draga í sig, losa hann þá áfram. Það er aðeins meiri áræðin í hann. Já, hún hefur ekki verið að finna sig því að það er spurning hérna af hverju. Það er spurning hvort Þorkell Gunnar leiti eftir svörum, eftir leikinn við því. Já, það er þetta, hún er alltaf búin að taka mér umferð allan leikinn, þannig að hún er búin að vera með mann á sér, en já, hún hefur ofta á tíðum náð að koma sér í ágæti stöður, en kannski ekki verið að gera sér nógu gott mat úr því, Ágúst. Jæja, hvað er það? Hérna setur hún þetta beint í gríminn á mér og klárar þetta í netið. Það er kraftur í þessu. Vel gert hjá henni, því er ekki hætt og fylkislið er ekki hætt, það vantar ekki, það er bara átta og hérna það er eiga eftir að halda áfram á fullu gasi og reyna að gera leik úr þessu. Algjörlega. Þetta 5 mörk í handbolta fljóta að fara, segir Ágúst Jóhansson. Komin ágætis reyfaleiki núna í fylkisvörnina. Það er stoppaði tíminn.
Hún fær bara tildal hér. Svavar biður hann til Diljum að róa sér niður. Jæja, Halli áfram í þýskum 4-2. Gaman að sjá hvernig framlið, sko, Glæsileg hreyfing hjá Ragnheiði. Já, ég meina, hún gerði nú bara grína varnarmanni Fylkis þarna. Það verður nú bara að segjast alveg eins og það er. Jasmín vissi ekki í hvort fótinn hún átti að stíga. Já, ok, sækja Þíu. Þetta hefur verið skilaboðin í hálfleik. Þía setur þetta rétt framjá. Þía má treysta fótólum og lítið betur hana. Ágúst, þurfum við ekki að sjá fleiri lausnir hjá Fylkisliðinu, aðra en þær bara sækja Þíu. Jú, það er þetta bara þetta eru fínir handboltamenn í þessu Fylkisliði sem geta svona kannski skila meiru og á þess að þurfa að vera að treysta of mikið á Þíu. Jú, algjörlega, það er bara að koma framlega frá fleginum, það þurfa að vera aggressívari maður og mann, þetta eru tekníska stelpur og eins og bendi bara á með Þíu og það er sama með hinnar í liðinu, það þurfa að treysta betur fótunum. Já, fara í árásinnar. Hárið, þarna fær Þía 2 mín. Já, vel gert hjá Ragnheiði. Vel, háréttu dómur hjá Svavari. Nemlig. Bubbi góður hérna maður. Já, Bubbi. Jæja, framliðið einu fleiri, held ég fyrsta skipti í þessu leik. Klippa Ragnheiði, Arnar Þyri, yfir á Ragnheiði aftur. Hulda, vel spilað, opna vinstra hornið. Það er lína, hún stígur á striki, Ágúst. Vel spilað einhver sigur hjá framliðinu. Já, gott flæði á boltanum og fá bara hérna 14-9 fyrir Fram, 15 mínútur tæpar eftir þessu leik. Ég held að vera erfitt fyrir Fylkislið að koma tilbaka, Ágúst. Ég held að vera erfitt. Já, ég held að það sé allir með það á hreinu að búist engin við þetta sé auðvelt að minnka þetta niður hérna núna. En þær þurfa að spila skynsamlega og kapla núna að reyna að fara í. Já. Diljá fyrir hægra megin, fyrir utan og Edda Marín vinstra megin. Sigríður, já, glæsilegt. Já, ég er sammála þessu. Hann hefði viljað sjá Sigríður kannski henda sér örlítið betur í eyðuna. Já, við sjáum að Fylkisliðið er að ná að snæða tíman vel niður núna. Algjörlega. Nei, Sigríður með takta sem að maður hefði bara séð gömlu. Nei, aftur segi ég, Sigríður, Halldóra Björk að sjálfsögð. Þetta með takta frá gömlu konunni, bara komið fyrir utan vinstra megin og setur þetta upp í fjær, upp í nær. Já. Hafdís var mætt þarna vel var hjá hann, glæsilega spila hjá framstöldum. Hulda með glæsilega línusendingu. Og Svala Júlia skilar þessu bara í netið og eigur munin upp í 6 mörk. Framlið að spila virkilega vel. Slótar þessu bara vel, skýtur á döðafótinn og bara mjög vel gert hjá hann. Sissi hefur að vinna rosalega mikið með það í slúttunum að setja þetta á döðulöppina. Sækja Þíu, glæsilegt, já. Ég setur það háréttu dómur. Fór aðna í Kær og finskan og svona, já, boltinn erfiður. Þarna á Hulda bara að fara í loftið ef hún ætlar að fara að skjóta mark. Já, fullveginn kannski æðubönnu gangur. Algjörlega. Það kemur Fylkislið. Vilja fá aðeins meira framlag frá Diljá. Hún er búin að, svona, ég hef oft séð hann að spila betur. Já, sækja hornið, kemur tilbaka. Það vantar örlítið betri útfærslu á taktíkandar hjá Fylki, Ágúst. Ég verð að segja það. Hendi komin, það er ekkert að gerast. Erfi línusending til Arnar Þyri að vinna vel varnarlega. Framliðið er bara rock solid eins og við segjum upp á þýskun, Ágúst.
Já, Framarnir hafa haft tögl og haldir á þessum leik og bara virðast alltaf að sigla þessu bara í hús. Það eru með 6 marka fórustu núna og hérna. Já, það kemur Ragnir. Ágætis árás, fín klipping þarna. Já, glæsilegt skot. En á ný sjáum við framliðið í slútonum, setja þetta á döðulöppina. Já, þetta er vel spila hjá hann. Gott skot hjá Ragnir, dregur hann tilbaka. Ég held að hann leti að taka leikli og svona reyna þess að fara yfir stöðun og bara róa hans niður og reyna svona að klára þetta allavega vel. Já, en á hann ekki bara að taka sénsinn. Það er allt eða ekkert hérna í dag. Hvort sem hann tapar með 10 eða 1 breytir engu. Já. Setja aukamannin, taka timeout, endurskipuleggja sig, sprengja upp leikinn. Já. Það er alveg rétt að þetta er auðvitað allt eða ekkert og hérna, hann mætti þá fara í það núna og reyna að fara aftur hugsalega að taka 2 út eins og hann byrjaði á og reyna að stytta sóknirnar og setja haukamannin inn á og kasta sprengjunu. Já, það þurfa að stytta sóknirnar líka þá sé bara fylgistemna, fara fyrr í aðgerðin. Það er það mikill munur. Já. Glæsileg vörn þarna hjá Þóru, engin spurning. Glæsilegt mark. Svala Júlía með sitt 4. mark held ég í dag. Er það ekki með rétt hjá mér? Með sitt annað mark hjá. Halli tekur leiklega. Já, ég held að þetta sé orðið gríðarlega erfitt fyrir Já, mér sýnist það nú bara fylgislið og eins og staðan er orðið núna þá er það svona mitt mat að þetta snýst að reyna bara að halda haus og komast bara vel frá leiknum. Það hafa náð að berjast á mótum allan fyrir áleikin en núna er bara munurinn bara full mikill og þær þurfa bara að halda haus og reyna að klára þetta með sóma. Já, halda kálinu en samt sem maður kannski að henda inn sprengju hérna síðustu mínúturnar. Já, það getur, efast ekki það að Halli gerir það, en ég bara framleiði það að leiki þetta feikilega vel og hérna, við erum bara mjög samfærandi bæði varnar og sóknarlega. Algjörlega og virkilega vel upp lagður hjá Sigurgeiri Jónssoni, leikurinn lagður upp. Já, og ekki gleyma Ragnari Frey, hann náttúrulega með honum hann og þeir verða að vinna geysilega vel saman. Já, skemmtileg teimi. Mjög svo og hérna bara vel upplagt. Já, og þeir vel upplagðir. Já. Halli kom með haukamannin á. En enga síður, sækja Fíu. Fía verður að fara í loftið. Hún treystir ekki fótón. Rétt fram í hóleinu. Hrundi dómarinn. Glæsilegt mark hjá Fíu. Við erum að hafa gaman að þessu líka. Svavar Ólafur Pétursson datt hérna á bossan. Ég held að þetta þurrka. Já, eða laga parkettið. Nú hlutandi Ástríður kom til Kristúnóð. Já, hann heldur áfram að taka bætir aukamanninum. Ætlaðu sæki Fíu aftur eða hvað fara þær í núna? Já, gefum við Fíu. Það er svo Fíu. Þetta er bara málið, það er hleypaðin bara þarna. Hafdís klárar þessi skot. Halldóra með frákastið. Það er ekkert að vera að hleypa Fíu aftur inn á miðjublokkina og þau bara láta hann að fara niður í hop. Fía, fín árás, vel spilað, Halldóra Björk, rétt framjá.
Þetta vel spilað að fylgja hérna. Já. Vel hóðnið. Engin spurning, vel spilað hjá fylgisliðinu en Halldór á opið með skotum. Sóknarleikurinn hefur verið að stríða fylgidóldi í kvöld, það nú bara þannig. Já, og Hafdís hefur verið sterk. Þetta báði markmenn verið að spila mjög vel. Virkilega vel. Kemur Ragnheiður hérna vinstra með fyrir utan, Ragnheiður Ingarsdóttir, Ragnheiður Júlíusdóttir, har með fyrir utan og Arna Þyri, Ólafsdóttir vinstra með. Leysir Þóra inn á línu. Já. Arna Þyri og Ragnheiður leika hérna saman á milli sín. Var þetta ekki tví? Já, ég hefði haldið það, en þeir ákvað að dæma frekar línu bara. Glódís verið þetta. Já, virkilega vel varið. Og Fía, glæsilega gert hjá Fíu þarna. Já, Arnar að fara aðvar hann að Þóru held ég, því að hún var alveg á grensunni að fá 2 mínútur. Já. Hún var að landa mærunum. Fín stemning í stúkunni, kemur hérna svona Kairó útfærsla og Ragnheiður í lofti Ingarsdóttir. Þetta bara vel gert hjá Ragnheiði. Já, þetta vel spilað. Já. Gaman að sjá hvað hún treystir fótunum vel úr Ragnheiður þarna. Og Diljá með ágætshreyfingu þarna. Plataði bæði vörnina og Hafdísi en setti þetta framhjá. Þetta var fín tilraun. Ragnheiður Ósk byrjar að sækja á, segir Sissi. Kemur hérna árás frá Ragnheiði. Fín hreyfing áfram. Þetta er svolítið flatt, hliðar saman hliðar, ágæti spil á framliðinu. Ná ekki að opna fylkisvörnina. Nú fer hreyfillin að fara á loft vandalega hjá dómari leiksins. Hending kominn. Svavar Ólafur, hann dæmir vítakast. Já, hann fyrir innan. Já. Þeir hafa haft mjög góð tök á leiknum. Geysilega góð tök, enda einn af okkar allra bestu dómarapörum. Það er nú bara þannig Já, Ágúst. það er að dæmt gríðarlega vel við þetta. Virkilega. Ragnheiður með vítakastið. Hún klárar það í netið. Þessu leik er lokið. Þó séu 5,5 mínútur eftir. Þá sé ég ekki fylkisliðið koma tilbaka. Nei, þetta er orðið erfitt og búið að vera ströggla á fylkisliðunni í gegnum hennan leik og það eru þurft bara betri byrjun í leiknum. Já. Hérna. Framleiðir of sterkt til að láta þessa fórustu á hendi. Það er bara þannig. Fín hreyfinga þarna. Gefið því að hún svona slísar þessu í netið. Já, því er nátt mörg og hérna hefur nú svona aðeins hefur stíðið vel upp núna í seinna hálfleik. Já, svona síðustu mínútur stíðið virkilega vel upp en það vantar meira framlag frá öðrum leikmönnum liðsins. Fía með 8 mörk, restina liðinu með 11. Fín starfræði hjá mér hana. Frikast. Sissi vill bara varna vegg og stilla fyrir Ragnheiði. Hending kominn. Sjá hotnið fjær núna hérna. Sælmar. Hún hafði allan völlin hún Elisabeth hægri hotinu. Hvað gerir fylkisliðið? Enn á ný, sækjaði Fíu. Leipar hann þarna með. Vel gert hjá þeim. Góð hreyfing af Fíu, boltaði svinna. Mjög gott. Fylki vel á eftir og hamrar í grímuna á, hver er þetta? Sýnist að vera Svala Júlía sem liggur hana eftir. Þetta er nú algjört óvilja verk. Jú. Sigurbjörg Jóhannsdóttir sjúkraþjálfari og Sigurgeir Jónsson bæði komið til að hlúa að henni. Sigurgeir ætti ekki að vera í erfiðleikum með að hlúa að henni enda mikill fagmaður á þessu sviði. Svo ekki sé tala Sigurbjörgum.
Jæja, 4 mínútur tæpar eftir og framleiði leiði leikinn með 5 mörkum, 18-23. Ragnheiður Ingvarsdóttir, hægra megin fyrir utan, Elisabeth Mjöll, hægra horni, Arna Þyri, vinstra megin fyrir utan, Hulda Dagsdóttir niður í vinstra horni. Og Svala Júlía inn á línu. Þetta nú lítið að gerast í framliðin þessa stundina. Ætla að klippa þarna fyrir Huldu, tókst ekki, keyrir Fylkisliðið upp. Nýta, Þía, farði í loftið, vel spila þarna, ágætis skot og lúmst skot, hafði örlítið hefnina með sér en það er nú bara verið að hleypa líf í þetta, Ágúst, það er nú bara þannig. Já, þetta er gott skot til Dilli og hérna mjög góð árás hjá Þíu. Já. Ef að Fylkislið vinnur þennan bolta og tala ekki um að nær kannski hraðablöfi, þá gætu þeir alveg hleypt þessu leik upp. Skella saman þarna. Árekstur. Vonum að Halldóra ná að klára leikinn og sé nú ómeitt. Já, þetta er hörkutól. Stýttist í hendina á framarana. Já, kemur Ragnheiður. Fín vörn handa hjá Diljá. 2,5 mínútur eftir, það er enn von fyrir Fylki. Nú þarf hendina að fara að koma upp hjá dómaranum. Fín hreyfing á Huldu. Og hvað? Það er bara skref, segir Arnar. Ég hugsa þetta sé bara rétt hjá þeim, Arnar og Svavari. Yfirtala, nýta sér það. Hvað gerir Þía? Þarna verður Jasmín að fara inn. Það er nú bara Eyrún fyrir ekki. En Þía, hún klárar þetta í netið. 2 mínútur eftir, 3 mörk. Það getur allt gerst hérna, Ágúst. Já. Þía með sitt 9. mark í kvöld. Já, hann fer út með 3. mannin. Já. Hann er að sprengja þetta svolítið upp. Fín vörn hjá Þíu. Það þurfa auðvitað að vera skynsama svolítið í sínum brotum. Sigurgeir Jónsson tekur leikli. Það er aðeins fara að hrikta í stofun. Jæja, það verður gaman að sjá hvað Sigurgeir ætlar að gera. Það kemur ekki óvart að haldi áfram að taka minnst 3 umferð. Já, hann kemur veldur því áfram og það reyna að fækka brotunum, verður ekki brjóta óþarfa og reyna að þvinga inn í slút hérna út í kontónum en hérna, fram þarf ekki nema 1 mark að þá er þetta búið. Já, en Fylkir þarf náttúrulega að slúta sínu sóknum mjög snemma. Þær geta ekki verið að hanga á boltanum, Ágúst. Nei, það er alveg ljóst að það þurfa að reyna bara að vinna boltan hratt og ná að keyra á fullum gassaður. Gaman að sjá hvað Sissi og Ragnar Freyr hafa lagt upp með. Já, það er stutt í hendina. Ragnheiður með boltan. Það er að taka 3 út hérna. Það er 3 á móti 3 hérna. Já, það er með ekki brjóta, þetta er skynsamlega gert, nú lítur hendina að koma upp. Hvað er að gerast? Já, þetta er hálf vandræðalegt hjá framliðinu, hendi kominn, Elisabeth Mjöll fer inn. Hún klárar þetta í netið. Hún klárar dæmið. Ísköld. Já, Elisabeth Mjöll Guðjónsdóttir, hún eiga flottan leik hérna í hægra horninu í dag. Ágæti skot hjá Diljá Mjöll, en Hafdís ver. Það var bara formsatrið að klára hana leik. 1 mínúta rétt rúm eftir og framliðið með 4 mörk. 4 marka fórystu. Ragnheiður kemur Lena Margrét inn á. Hægra hornið, Elisabeth hægra megin fyrir utan. Ragnheiður Ingvarsdóttir, vinstra megin fyrir utan. Flott hreyfing á Elisabeth. Hún klárar þetta í netið.
5 mörk, flottur leikur. Frábær hring hjá Elisabetu. Já, engin spurning. Eyrún, Dilja, flott hreyfing, glæsilega gert. Þetta mögulega að sjá örlítið fyrr kannski Ágúst í leik. Já. Sammála því, en hérna bæði liðin á að skipa mjög efnilegu leikmönnum og mikil framtíð í þessum stelpum. Virkilega gaman að sjá þetta. Já, mikil framtíð bæði í Árbænum og í Safamýrinni og Grafarholtinu út í það farið. Já, ekki spurning. Vel var hjá Glódísi. Það eru Framarar sem eru Íslandsmeistarar í 3. flokki kvenna eftir glæsilega sigur 25-21 og sko við framstelpum að sjálfsögðu innilega til hamingju með titilinn. Já, þetta var, ég held að Framarar eiga bara virkilega skilja að vera sigurvegarar. Það spiluðu þennan leik mjög vel, fylkislið gaf aldrei tómmu eftir og börðust fram á síðustu sekundu og hérna ég held að það sé bara, eins og ég sagði áðan, mikil framtíð þessum stelpum og gott starfunni hjá þessum félögum eins og mjög mörgum félögum á landinu. Já. Eina vilt ekki fara við markaskorið á meðan að Róbert og félagar undirbúa hér veluna afhendingu, vel að þessu staði hérna og frábær umgjörð hjá Hagnaðarsambandinu og Hagnaðardeild Fjölnis. Já, heldur betur. Jú, fljótt svona rennum við yfir markaskori. Halldóra Björk Hauksdóttir fyrir Fylki með 2 mörk. Eyrún Skjartadóttir 2 mörk. Dilja Mjöll Aronsdóttir með 6 mörk. Það er 4 í seinni hálfleik. Fína seinni hálfleik. Og Þía Ímani Sturludóttir með 10 mörk. Þar af 1 úr víti. Nú, í markinu stóð alla tíman Ástríður Glódís Gísladóttir með 14 skot varinn, flottur leikur hjá henni. Nú í liði fram var það Elisabeth Mjöll Guðjónsdóttir með 5 mörk, Ragnheiður Ósk Ingvarsdóttir með 2 mörk, Ragnheiður Júlíusdóttir með 6 mörk, Svala Júlía Gunnarsdóttir 2 mörk, Hulda Dagsdóttir 7 mörk, frábæri fyrri hálfleik. Arna Þyrí Ólafsdóttir með 2 mörk og í marki fram stóð Hafdís Lilja Torfadóttir, átti góðan leik, 11 skot varinn, virkilega vel gert og flottur handboltaleikur sem boðið var upp á hér í Dalhúsum í kvöld. Hér er verið að velja mann leiksins. Það er formaður HSÍ Guðmundur B. Ólafsson og mótstjóri ekki fram, HSÍ. Og Þía valinn hér, maður leiksins. Já, ertu sammála þessu vali Ágúst Jóhannsson? Já, mér fannst nú hérna Þía, sérstaklega í seinni hálfleik, spila gríðarlega vel og sína hve megnu hún er. Þannig að, jú, ég get algjörlega sammála því. Mér fannst Hulda Dagsdóttir spila vel, sérstaklega framan af og fleiri leikmenn, markmenni góðir en Þía klárlega vel að þessu komin. Engin smörning og þá er það fylkisliðið silfurverðlaunahafar Íslandsmótinu 2016 3. flokki kvenna. Svo er framöndan hér náttúrulega á eftir leikurinn í öðrum flokki karla. Já, það er stór leikur framöndan, kæru áhorfendur, og ég bið ykkur að fara ekki langt því við verðum hér Einar Jónsson og Ágúst Þór Jóhannsson og lýsum leik Vals og Fram. Það verður, skal ég ykkur segja, mögnustund. Já, ég maður rétt á léku þau einmitt líka til úrslita í bikarkeppninni. Já, það sem að Valur hafði betur í frábærum handboltaleik. Frábær leikur og Framar eru deildameistarar í öðrum flokki, þannig að hann má búast við hörkuleik líkt og við sáum hér í rétt á hann. Já.
Það vert að rósa þeim Sigurgeiri Jónssoni og Ragnari Frey Gústafssyni fyrir frábær starf með þessar stelpur og virkilega vel að þessu staðið og flottu strúktúr, flott holning á framliðinu. Já, þetta eru báðir mjög reyndir og góði þjálfarar og hafa greinilega unnið gríðarlega gott starf. Já, ára Íslandsmeistararnir sjálfir, Framarar koma sér fyrir á pallinum, undir hljómar Reimur Örn Heimisson, syngur framlagið. Mætti halda að Þorbjörg Jóhann að vera hér á græjunum. Já. Enda fagmanneskja og ekki minnst þegar kemur að tónlistarvali. Já, virkilega flottur dagur sem að HSÍ og ekki minnst Fjölnir búin að búa til hérna í dag, Ágúst. Getur ekki tekið undir það með mér? Jó, umgjörðin búin að vera frábær og ég búin að vera á stóran hluta dagsins hérna að fylgjast með þessu og bæði bara handboltakrakkarnir sem hafa spilað hérna, bæði strákarnir og stelpurnar, flottir leikmenn og flottir fulltrúar sinna félaga og ekki minnst dómara líka, búið að vera frábær dómgæsla hérna í dag. Dómgæslan búin að vera frábær og umgjörðin til algjöra fyrirmyndar. Já, þá er það Íslandsmeistarar 2016 í þriðjaflokki kvenna. Framarar eru það og eru vel að því komnir. Bikar og Íslandsmeistarar. Flott lið, flottir þjálfarar. Svo ekki sé talað sjúkraþjálfaran. Rétt númer á næsta leik. Það er allt upp á 10 þannig. Nú þá fyrir nú að líða undir lok á þessari útsendingu hérna hjá okkur á þessum leik, en farið ekki langt því hér á eftir verður stór leikur í öðrum flokki karla þar sem barist verður hvorki meira né minna en Íslandsmeistaratitilinn og ég get lofað ykkur taumlausri skemmtun. Ég vil þakka Ágústi Jóhannssoni fyrir aðstoðina á þessu leik en minni á að við komum af vörmu spori.